Þetta gerðist. Það svo eftir bara góðan daginn og gleðin Og dagur. daginn og gleðin dagur og gaman að sjá okkur í þessu fyrsta miðvikudagsspjalli ársins 2025. Já, Ársmikilla umbreytinga bara í heiminum er búið að spá að það muni alveg töluvert mikið gerast á þessu ári. alls konar spennandi. Já, Mm. þannig að við erum allavega spenntar fyrir árinu og erum með alls konar hlunum, alls konar skemmtilegt til að gera, bæði fyrir okkur og fyrir ykkur Við á nýja nefnilega ári. þurfum stundum að gera nýja hluti og breyta og allt það og það er það sem við viljum bara leyfa okkur að gera Já, og fara svolítið inn í það að finna bara hvað og við höfum verið að gera það undanfarna mánuði, bara endurskoða okkur sjálfar og hvað við þurfum að gera. En við viljum kannski bara byrja á því að segja frá því að í desember þá ákváðum við að leita leiðsagnar það hvað bara samfélagið okkar í rauninni þyrfti mest á að halda núna í byrjun ársins og við fengum afskaplega skýr skilaboð með það að það væri bara gríðarlega mikilvægt að ástunda þessa andlegu iðkun og það að ná kyrrð innra með okkur. Og við sköpuðum þennan viðburð sem verður í næstu viku ykkur að kostnaðarlausu og heitir Lognið í storminum. hvernig finn ég kyrrð í heimi sem er á hvolfi? Og þá erum við að svona svara þessu ákalli það þegar við fáum svo oft þessa spurningu líka bara hvernig á ég að geta fundið einhvern innri frið eða kyrrð þegar mér líður eins og ég hafi ekki stjórn á neinu. Það hvort sem það er í mínu eigin lífi eða í samfélaginu eða heiminum, það virðist allt einhvern veginn vera á leiðinni eitthvert. Allt upp í loft. Allt upp í loft, allt á hvolfi og hvernig förum við að þessu? Að bara halda þetta út. Við höfum líka fengið þessa spurningu, er raunverulega eitthvað að breytast? Er eitthvað að fara á betri veg heldur en það hefur verið? Og jú, við teljum það algjörlega, en við ætlum aðeins að tala meira þetta í næstu viku. Við verðum saman 3 daga milli 5:30 og 6:45 og við ætlum að vera mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Í beinni útsendingu á Facebook, í þar tilgerðum Facebook-hópi sem að þið komst í með því að skrá ykkur á námskeið og við setjum námskeiðstengilinn bara hérna fyrir neðan vídeóið í útsendingu lokinni. Hvetjum ykkur til að vera með og við ætlum að fara svona yfir það hvernig við höfum farið að þessu, deila með ykkur okkar reynslu og þeim tækjum og tónum sem við erum að nota, leið ykkur í gegnum leið ykkur í gegnum hugleiðslur og sjá hvað við getum gert svona þessi litlu skref sem við getum tekið til þess að fá betri líðan og kannski aðeins að ná smá fjarlægð á milli þess sem er ekki okkar eða því sem við getum stjórna og því sem við getum ekki stjórna. Þetta er eitthvað sem við þekkjum mjög vel. Við þekkjum mjög vel að vera á þessum stað. Já. Fyrir þau sem eru á Instagram þá setjum við tengil í prófílinn okkar, bæjó. Já, hann þegar komið þangað. Já, einmitt. Allt skipulagt. Já. Endilega smellið á tengilinn, skoðið námskeiðslýsinguna og verið með okkur. Og ef þið vitið einhverja sem að þurfa á því að halda að fá að heyra þetta, endilega sendið þið áfram upplýsingar námskeið til fleiri sem að þurfa á að halda. Því fleiri til betra. Við viljum ná sem flestum eyrum og reyna að hjálpa eins mörgum og við mögulega getum. Akkurat. Og við þurfum ykkar hjálp til þess. Akkurat. En umræðu efni dagsins sem að valið var í kosningu á samfélagsmiðlunum okkar. Rosalega gaman að sjá leið og birtist ný könnun þó að vera liðið svolítið síðan að miðvikudagsspjallið var og þá komu kjós og fullu og það er alveg frábært. En umræðuefnið er ástæða fyrir öllu sem gerist og því sem við erum að fást við. Tilviljanir eða ekki tilviljanir er hægt að hafa áhrif á það hvaða verkefni við fáum, stór eða smá. Það er alveg stórt efni. Einfalda svarið já. Takk fyrir í dag. Þú byrja. Já, ástæða fyrir öllu sem gerist og því sem við erum að fást við. Að mörgu leyti já, við ákveðum höfum einhver markmið eða einhvern ásetning þegar við komum inn í jarðvistina. Við erum ekkert að koma hérna bara til að dingla okkur og læra ekki neitt, heldur við erum komin hérna til þess að þroska okkur
og vinna í gegnum alls konar hluti. Og við höfum skoðað til dæmis það sem við kallum sálarsamning og þar sem við erum búin að taka ákvarðanir einhver verkefni sem við ætlum að takast á við í lífinu. En bæði getum við farið og endurskrifa þennan samning. Við náttúrulega höfum líka þennan frjálsa vilja, þannig að við getum bara sagt, ég ætla ekki að takast á við þetta, þannig að ég ætla bara að sleppa því. Þannig ef við byrjum kannski bara grunninum í því sem að okkar sannleikur er að við erum sál sem ferðast á milli lífa og hefur það markmið að stíga upp. Og til þess að geta stigið upp, þá þurfum við að þroska okkur og vinna ákveðin verkefni og komast í gegnum ákveðnar hindranir til að öðlast bara þá þekkingu, visku og þann hreina kærleika sem við þurfum til að geta stigið upp. Og þess vegna ákveðum við fyrir hverja, hvað sem það er jarðvist eða líf einhvers staðar annars staðar á jörðinni, ákveðum þegar við förum í líkama eða ekki líkama eftir því hvert við erum að fara, hvað það er sem við ætlum að reyna að takast á við í þessu lífi. Stundum tekst það mjög vel. En einmitt eins og Alma sagði, vegna þess að höfum hennar frjálsa vilja, þá gætum við ákveða bara í miðju lífi bara nei. Og þá þurfum við bara að gera þetta þá í næsta eða þarnæsta þannig að við getum alveg haft áhrif á það sem gerist á ýmsan hátt. Og líka við getum náttúrulega hraða við lærdómnum með því að einfaldlega takast á við verkefnin þegar þau koma upp. Og það er svo auðvelt að hunsa það sem að áskoranirnar og annað, en akkurat núna eftir því sem tíminn líður hraðar og orkan breytist að þá verður það svolítið þannig að við komumst ekkert alltaf upp eða að hunsa verkefnin okkar. Nei, og við getum alveg báðar sagt að heimurinn hefur alveg tæki og tól til þess að koma okkur í skilningum að nú sé komið nóg. Og ef við höfum ekki hlustað á leiðsögnina og kannski viðvaranirnar í ítrekkað í langan tíma, þá finnur heimurinn bara leið til að skella okkur. Og í okkar tilfelli var það bara mjög alvarleg lífskunnun og það sem við bara lentum á vegg vegna þess að við vorum ekki að hlusta. Við hlustuðum ekki. Okkur var ætlað eitthvað annað en það sem við vorum að gera, en við hlustuðum ekki. Við vorum ekki að taka ábyrgð á okkar tilgangi og okkar köllun í lífinu. Og þar af leiðandi tók heimurinn okkur og hrist okkur ansituglega til þess að reyna að fá okkur, til þess að fara inn á réttu brautina aftur. En það er ekki þar með sagt að allt sem við gerðum þar á undan sé ónýtt. Eða það hjálpar okkur náttúrulega bara gífurlega til að sinna því starfi sem við erum að vinna í dag. Algjörlega, og öll þessi reynsla sem við höfum, hún er alltaf góð fyrir okkar þroska og hvort sem við frestum því að vinna málin eða tökumst á við þau strax eftir því sem við venjum okkur við að þetta er bara svona eins og við verður ekki skítut og þrífur upp úr í strax og eitthvað þetta niður, það er bara þannig. Við tæklum málin þegar að við koma upp og það gerist hraðar og hraðar eftir því sem við vinnum meira og meira. En ástæða fyrir öllu sem gerist, tilviljanir og ekki tilviljanir, við veljum okkur stað til að lenda á í jarðvistinni. Það er það sem okkar sannleikur sá að við veljum okkur fjölskyldu af einhverju ástæðu og þegar við förum að rýna það, alveg sama hversu erfiðir hlutirnir geta verið, að þá sjáum við yfirlega lærdóminn í því sem að fylgir því og af hverju við erum þarna til þess að vinna í gegnum hluti. Og með því að fara inn í ákveðnar fjölskyldur þá erum við líka oft að takast á við mynstur sem við höfum jafnvel sem sál eða hefur gengið í ættarlínun okkar í lengri tíma. Og auðvitað er það, og ég hef alveg undanfarin ár alveg í nokkur skipti efast stórlega þennan sannleika okkar. Það er ótrúlega erfitt að einhvern veginn að gleypa það eða einhvern veginn finna það að allt sé eins og það á að vera þegar hlutirnir eru ömurlegir. Þegar maður er að fylgja kannski ástvini í gegnum veikindi sem munu bara leiða til dauða og maður sér fram á að annar ástvinur nýkomin í heiminn sé bara kveðja aftur út af veikindum og þetta eru hlutir sem að er alveg óendanlega erfitt að reyna einhvern veginn að
að réttlæta fyrir sjálfum sér að eigi að gerast. Allavega meðan að þeir eru að gerast. Og þá það mjög erfitt. En svo til dæmis svo í mínu tilviki þar sem ég fylgdi mömmu minni í gegnum erfitt veikindaferli sem fékk heilakrabba sem var svo leita hana til dauða, að náttúrulega meðan þetta gekk á var ekki séns sem ég langaði að finna en eitt lærdóm í þessu, mér fannst þetta bara ömurlegt. Og það alveg eðlilegt. Og það algjörlega eðlilegt á meðan við erum í aðstæðunum. En eftir á, þegar komið kannski aðeins fjarlægð á aðstæðurnar og ég fer að skilja og skoða hvernig breytti þetta til dæmis bara samskiptum minnar fjölskyldu. Hvernig breytti þetta, hvernig við sem eftir erum til staðar fyrir hvert annað. Hvernig breytti þetta því hverjir eru í lífi okkar núna og hverjir ekki. Hverjir reyndust sannir vinir, hverjir ekki. Og alltaf þessar breytingar og þroskaferli sem svona hræðilegi hlutir hafa í för með sér. En náttúrulega þegar kemur að börnum þá ég hef ennþá bara svolítið erfitt með allt sé eins og á að vera þegar eitthvað hræðilegt kemur fyrir börn. Ég bara á rosalega erfitt með það. Ég reyni að horfa þannig á það að þau séu hingað komin til að kenna okkur sem eftir eru. Að þetta snúist kannski meira okkur en þau. En það alltaf rosalega erfitt allavega meðan við sitjum í aðstæðanum sko. Og þar kemur mennskan okkar inn. Ég meina við getum haft alls konar sannleika og alls konar lífsspeki en svo þegar að harðbakan slær og hlutinni verða erfiðir og þá verður erfitt að halda í það. Því að við erum fyrst og fremst bara manneskjur. Já. Og við erum komin hérna til þess að læra. Og það getur eins og þú segir verið erfitt að sjá hana lærdóm í öllu þessu. Staklega þessum stundum náttúrulega ógeðslegu hlutum og öllu sem snýr af eins og börnum og annað en við tökum öll að okkur mismunandi hlutverk og við getum síðan náttúrulega líka haft áhrif á margt. Eins og við höfum áhrif að sjálfsögðu með því að vinna í gegnum hluti sem koma upp. Við höfum áhrif eins og við höfum talað að vinna með ættarlínurnar okkar, að heila það sem á undan hefur komið, þessi mynstur sem að halda sig í fjölskyldum og það eitthvað sem svo nauðsynlegt að gera. Ég held að við getum haft áhrif á það sem að síðan kemur, já, klárlega, vegna þess að ég held að við þekkjum það öll að við erum endalaust á einhverjum krossgötum þar sem við þurfum að velja. Og niðurstaða mála fer eftir því hvað við veljum hverju sinni. Og hvernig við vinnum úr hlutum eins og erfiðleikum og sorg og áföllum annað sem kemur fyrir okkur. Við getum til dæmis valið það að fara í einhvern spíral sem síðan leiðir okkur sjálf bara út úr þessu lífi. Einhvers staðar á leiðinni alltaf með að við erum í spíralnum fáum við valum það að fara út úr honum eða halda áfram að vera í honum. Þannig að lífslaupið okkar stanslaus vegamót þar sem við erum alltaf að taka ákvarðanir það á hvaða hátt ætlum við að lifa og hvernig ætlum við að taka ábyrgð á okkar eigin þroska og okkar eigin vegferð í okkar eigin lífi. Og við erum eins og segir að gera miklu oftar heldur en við áttum okkur á. Ég held að það sé mikilvægt að við föttum það hvað við sköpum óbúslega mikið með okkar hugsunum, með okkar orðum og bara með því hvernig við nálgumst hlutina. Og þannig getum við haft áhrif. Það þýðir ekkert að það verði engir árekstrar, það verði ekki stórar áskoranir og annað, okkar líf ekkert fullkomið og langt frá því. En hvernig við tæklum það og hvernig við sköpum allt í kringum það hefur breyst alveg óbúslega mikið. Og þannig höfum við áhrif og við vorum að hugsa eins og dæmi bara Íslendingar hafa oft gaman að því að fara til miðla eða fara til spámiðla og annað. Og þú getur farið og heyrt að það sé bara hræðilegi hluti framöndan en svo náttúrulega ákveður þú hvernig þú tæklar akkurat þessar upplýsingar, hvernig þú túlkar þær og hvernig þú ætlar að fara með þær. Ætlar að hugsa allt niður, hugsanirnar allar á þann veg að það verði allt erfitt eða hugsanirnar á þann veg, ok, það eru áskoranir framöndan, ég ætla að takast við það með minni bestu getu og ég ætla að sækja mér stuðning og hjálp. Við getum líka farið til spámiðins og heyrt bara hvað
brjálæðislega flottir hluti framöndan og við höfum bara tækifæri í þessu og hinu og bara endalaust af tækifærum og við erum hér og þar og svo gerist ekki neitt. Bíðum og bíðum. Já, og meðan við náttúrulega tökum engin skref í áttina að því, þetta eru möguleikarnir sem eru opnir fyrir okkur. Það er síðan okkar náttúrulega að grípa tækifærið og skapa og láta eitthvað verða veruleika með því að framkvæma, hugsa, taka skref í áttina að. Og þar kannski komum við aftur að þessu eru tilviljanir bara tilviljanir, eru tilviljanir til. Og ef við horfum þannig á það að tilviljun innan gæsalappa kemur alltaf í kjölfar einhverjar ákvarðanir. Þú ákveður að fara eitthvað, að hitta einhvern, labba niður þessa götu, setjast inn í þennan bíl, taka þessa flugvél, eða hvar svo sem tilviljunin liggur. Það er alltaf þín ákvörðun sem leiðir til þess að þessi viðburður verður á þínum vegi. Og það þá tilviljun? Eða það bara eðlileg framþróun af ákvörðun sem við höfum þegar tekið? Akkúrat. Já. Hænan og eggið. Hænan og eggið, sko. Og eins og Alma segir með, sko, miðla, að það getur verið mjög gott og gagnlegt að fara til miðils og fá að heyra bæði hvaða möguleikar og ómöguleikar eru í stöðunni. Hvert erum við að stefna miðað við þann veg sem við erum á akkurat núna, en það er ekki þar með sagt einmitt að sú leið sé mörkuð í stein, heldur getum við alltaf fullt af krossgötum á leiðinni þar sem við höfum tækifæri til að velja eitthvað annað. Og þannig að fara til miðils og hann segir eitthvað við okkur, það er ekki álög. Það er bara ein möguleg útkoma af því sem getur gerst í þínu lífi. Þannig að hvort sem það er gott eða slæmt. En við þurfum að taka ábyrgð, við þurfum að gangi áttina góðu hlutunum og gangi burtu frá slæmu hlutunum. Þannig að það er ástæða fyrir öllu sem gerist og því sem við erum að fást við. Já, við erum mörg að bara endurtaka sömu mynstrin aftur og aftur. Já. Það er að því við höfum ekki dregið lærdóminn af þeim eða náð að brjóta okkur út úr þeirri hringrás sem við erum í. Maður heyrir náttúrulega, ég sagði þetta oft sjálf, ég er bara alltaf að lenda í þessu, akkur er þetta bara alltaf að koma fyrir mig og aftur sami hluturinn, af hverju gerist það? Og var í rosalegu fórnarlambi og yfir því hvað heimurinn væri nú vondu mig að ég var alltaf að lenda í þessum hlutum. Og svo fyrir ég að skoða, býtu, af hverju er ég að lenda í þessu? Aftur og aftur og aftur. Og hvað geri ég þegar þetta kemur upp? Já. Ég ger náttúrulega bara alltaf sama hluti. Velur alltaf það sama. Vel alltaf það sama og þar er leiðandi fæ alltaf sömu útkomin. Þannig að það ætti ekki að vera rosalega, komið mjög mikið óvart að það gerist. Nei, það er engin gevísindi. Og þar er leiðandi ég ekki að taka ábyrgð á lífinu mínu. Heldur er ég bara svona að fljóta með og já, áttur mjög meðvirkni sjálfur mér og öðrum, sko. En ekki lengur. Ég reyni. Ekki reyni, við erum að æfa okkur. Við erum alltaf að æfa okkur. Það er alveg þannig og líka bara þetta að geta tekið eftir mynstrunum okkar. Það er mjög gott. Og þá er nú líka gott að hafa svona góða vini og allt það sem geta sagt nú en þetta er áhugavert umræðurinn, þetta er eitthvað sem getum talað meira hluta dagsins. Já, og þetta er bara eitt púllinn af því sem við ætlum að ræða á vinnustofunni í næstu viku. Þannig að mánudag, þriðjudag og miðvikudag frá 6:30 til 6:45 heitir Logni í storminum og hægt að skrá sig í gegnum vefsíðuna okkar. Við setjum tengil á Facebook í fyrstu athugasemd en á Instagram er þetta í bio hjá okkur. Já. Þannig er þetta að smella þar inn. Nú er opið okkurstæmi í dag. Já. Alltaf gaman að fá sér nýja vini á nýja ári. Það verður steinar eða spil eða bækur eða hvað sem er. En þangað til, það er bara óbúslega gaman að vera komnar aftur á skjá. Hvað finnst það æðislegt? Þetta er eina uppáhaldsstundum okkar, sko. Þá þurfum við fáum að skína og enginn getur sagt neitt á móti. En endilega ef að ykkur langar að heyra eitthvað efni á árinu að senda okkur línu. Já. Svo það geti farið inn í kosninguna. Já. Og bara takk fyrir að kjósa og vonaði haldið það frá handtakað. Og við vonumst til að sjá okkur bara sem allra flesti í næstu viku. Eða á eftir í Orkusti. Takk fyrir.